Þú ert að hlusta á 3. Mósebók úr Biblíunni, heilagri ritningu. Lesari er Álfrún Helga Örnólfsdóttir. 3. Mósebók, Levítíkus, er hluti af Gamla testamentinu. Biblíuþýðingin sem lesin kom fyrst út á prenti árið 2007. 3. Mósebók, Levítíkus, Fórnarbálkur. 1. kafli. Drottinn kallaði á Móse, talaði við hann úr samfundatjaldinu og sagði: Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu við þá: Þegar einhver ykkar ætlar að færa drottni gjöf, skuluð þið færa honum búfénað að gjöf, af nautgripum eða sauðfé. Sé gjöf hans brennifórn af nautgripum, skal það sem hann fórnar vera lítalaust karldýr. Hann skal færa það að dyrum samfundatjaldsins til þess að hann hljóti velþóknun frammi fyrir augliti drottins og leggja síðan hönd sína á höfuð brennifórnardýrsins svo að hann hljóti velþóknun og friðþægt verði fyrir sekt hans. Hann skal slátra nautinu frammi fyrir augliti drottins, en synir Arons, prestarnir, skulu síðan bera fram blóðið og dreipa því á allar hliðar altarisins sem stendur við inngang samfundatjaldsins. Því næst skal hann flá brennifórnardýrið og hluta það niður. Synir Arons, prestarnir, skulu setja eld á altarið og raða viði á eldinn. Þá skulu synir Arons, prestarnir, raða stykkjónum höfði og mör ofan á viðinn sem á eldinum á altarinu. Innifli og fætur skal hann þvo í vatni. Presturinn skal því næst láta það allt líða upp í reyk af altarinu. Þetta er brennifórn, eldfórn, drottni þekkur ilmur. Sé gjöf hans brennifórn af fénaði, af sauðfé eða geitum, skal það sem hann fórnar vera lítalaust karldýr. Hann skal slátra því við norðurhlið altarisins, frammi fyrir augliti drottins. Synir Arons, prestarnir, skulu dreipa blóði þess á allar hliðar altarisins. Hann skal hluta það niður og síðan skal presturinn raða stykkjónum ásamt höfði og mör á viðinn sem á eldinum á altarinu. Innifli og fætur skal hann þvo í vatni. Presturinn skal því næst láta það líða upp í reyk af altarinu. Þetta er brennifórn, eldfórn, drottni þekkur ilmur. Sé gjöf hans til drottins brennifórn af fuglum, skal hann... Sample complete. Ready to continue?